hafi breyst svona frá dagskráni. Það lífist þessi að vera margar sýningar og annað í gangi núna þess að daga. Það var eiginlega að fara í vandræði með að kenna skipmyndir sig og það er ekki mikið og gera verði breyting. Bói frá Framstaðahelli og hann undan hrissu sem Eiður Kristinsson á og heitir Snilld og hinn sá hún að Naskur. Við gefum þeim gott klapp, tökum vel á móti. Það gengur kláðastur og sem við þekkjum voruð vel hér og síðan það Naskur, hann frá Úlandi og við hefum kennisnestur Gústafs Ásgeirs og hefur vakið athygli meðal annars fyrir mikla sveiflu og hafa sér allan við bara. Þetta ákvæmur Stæls frá miðkoti. Sáar hægast ekki í ágjöðu svo vel. Það var að hugsa fyrir þessu öllu. Þetta eru librir klárar undan Stæl frá miðkoti. Kröfur og annars sjáum við til dæmis að brúna hjá Gústa. Þetta svona feiknalegur keppnisgestur og hinn ekki viss í gamla, en þetta náttúrulega svakalega kröfuleg trygging og sem það að Gautrekur, sá brúni sem hér fjær og síðan það dagfari frá miðkoti. Þetta bara hestur sem búinn að vera töluvert í keppni og meðan annars búinn að vera hér í vetur í meistaradeildinni og Íslandsmeistari í ungmennaflokki í Kölski fjórðungi og saman eða hvort að verði meðnáttúrulega ég bara Berlín, það væri gaman að sjá þetta svona hlæsi hestur og til alls líklegur og ekkert hinn síni sem hann starfaði frá miðkoti og þá þetta ofna frá og dögun frá miðkoti. Þetta ósýndur fóli en svona sjálfsagt að byrja sín 2006 og verður væntanlega sýndur núna í ár. Gautrekur undan Adam frá áttundarstöðum og mikið pissa sjá svona í þessu ræktunarstarfi. Hesturinn sem bæði glæsilegir og enginn þarf að við erum líka að sjá þarna hóp frá undan Stæl frá miðkoti, þannig að þar dillar hér á hægu töffi og báðir tveir hafa ekkert fyrir þessu. Hugsið ykkur fyrir nokkrum áratugum þá hefði maður verið ánægður bara ef þeir voru svona nokkurn veginn á takti. En nú þetta bara algjörlega látið vaða hér á hágengu flokk. Verið að tala að væri hægt að setja stóla hérna fyrir neðan og þar fer
Hann dagfæri frá miðkoti, úr fólir, fallegur síðan. Áveði hérna alveg geysist áfram. Það var gaman og ekki áfengið. Þá munum við reynda stólurinn hérna fyrir neðan stúkuna, þannig að þið getur farið á stóla hérna fyrir neðan. Velkomin á staðinn og þið öll saman ekki fara að hanga hér og gera einhver fótalaus en Ágúst. Hér eru konur nýrestar í stað í höndina. Þetta sem sé rektunar ársins 2009. Það var nú bara þannig að það féll hérna niður hjá okkur eitt atriði og Elvar og hans lið voru nú ekki lengi að hrista frá ræðfinni nýtt atriði. En þetta stóðast þetta skuggi og ás frá Strandafjörður. Gjörðu þið svo vel. Þetta eru hæfileikar hestar, skuggi, sá brúni, undan kvist frá Mólsvelli og skímu frá Búlandi og bróðir hans, Ás, sá skjófni, undan sömu skímu og skuggi hann með litla 891 og Ás eitthvað aðeins lægri en cirka 850 í manni. Já, þetta gaman að sjá þetta unga fólk. Þar fer Ás, sjáum við þessar hreyfingar og þar fer skuggi alveg. Þar fer Ás hér og það endur sér æðið ofboðslega fallir og ekki hann fyrir þessi Já, Pósti, hvað hefur að segja aðeins við þennan rauða hérna því að eitthvað voru að hlaupa hann einu sinni Það er áfram að með aðeins þykra verski við þig og hann fór það. Þessa grái, hann ég vil nú vekja sérstaklega athygli á myndinni sem af þeim hesti hér á þessum 14. sem átti sönnunar á því að þetta er frjósamur og áhugasamur hestur. Og hann er undan Huginn frá Haga, þeim stólpa gæði. Og er þekktur af þeim sem tilþekkja fyrir gott klárgang. Það er Hallgrímur Birgisson sem að syngur hann og síðan var það þessi sem að þú hafði einn merkilega hesti vilja meina Finnjanda frá Hreppólna. Ég held að við höfum að mörgu leyti aðeins byggingu og góðan og fallegan gang, fallegt kvöld. En það er nú önnur saga, það er eins og gengur að gerist í það sér að stundum og segja. En hann fer hér fallega á hægu stökki, slá í gegn bara sem nabi. Það er svo sem ekki alveg að byrja í þessu en maðurinn. Og hann Njáll á Friðheimum undan Hrafntinnu frá Stóruborg. Njáll, hann sem á 7. vetur, sá grái fæddur 2003. Já, sá grái það upplýsingar hann í skráningóðu og hann sem sé verður reiðubúinn til notkunar á hestheimum í vor. Og það er náttúrulega Huginn frá Haga, það við sjáum enn hestur og að mér finnst gefur fallegri hross heldur en ég bjóst við. Njáll, þetta er bara gríðarlega gaman að sjá hann hérna á hægu stökki. Það er svo gott vald að sjá hérna Fjórðanginn og annar fer fögnuður, fer fallega á flott hreyfing og lista.
Það Sveinn Hervar og það eru auðsóknsjáningu skemmtunar eru mættar hér tveimur hrossum síðan hér erum við með þess og það eru hér dóttir Gunnars hér Þórdís Erla á undan og þessi tveir hestar eru Hersveinn frá Lækjarbotnum Orrássonin Hervar Þarf sáralítið svo sem hann kynna hann hestur sem farsæll keppnishestur var hér bæði í töftu og fjórgangi gríðarlega mikið inn á hlutinu þannig að sjáu þið hér hann nú hestur sem hann Sveinn já Sveinn Hervar merkilegur hestur og hann frá Þúfu og á sem maður hefur alltaf haldið það var að Sveinn Hervar myndi skila mikið af keppnishorsum í gæðinga og sjáu því að það sé verklegt minna náttúrulega brárin miljónur og þessi tveir eru mjög verðir að það með sér og svona ákveðin kraftur sem fylgir þeim. Og margt svona gaman að sjá þegar að svona þjálfarið fólk að sýna þessa gripi, sjá hvað áttu auðvelt með að láta þá vinna á bauð og stökki og hver fallega hjá þetta svo verið flottu fréttasýningu sem að við teljum að við séum komnir með Íslendingar að eiga svona horsalvi, má segja, löngum bönum.